Já, kæru hlustendur, það föstudagskaffið 100 og eitthvað föstudaginn í röð. Tókum við aldrei frí á föstudegi? Já, við höfum einu sinni gert það. Já. Við höfum einu sinni held ég tekið frí á föstudegi. Já, ekki ljúga hlustendum. Nei, eða sko, þetta hefum oft verið tæft, en ég hef nokkur sinnum verið bara án þín, sko. Já, auðvitað. Með, góða gesti samt sem áður. Já, er ekki bara Jakob eða? Nei, Siggi og Aron. Já, auðvitað. Og fleiri góða. Skemmtilegi menn. Já. Sem fólk hefði gaman, sko ekki bara gaman, heldur einnig nokkuð gagnaf, sko. Já, á samt eitt sem að fólk fannst ógeðslega leiðilegur. Hver? Nei, ég ætla ekki að segja. Bara einn af þessu tröma, hann var ógeðslega leiðilegur. Nei, ég er að fokka. Herðu. Varstu búin að checka á The Industry eða? Býtu? Þátturinn sem ég mælti með. Nei, ég bara... Check it, man. Fucking check it. Hef ekki haft tíma í því miður. Já. En ég hef samt tíma... Það var annað þáttur núna í vikunni, Viltu finna milljón? Já. Og ég er svona að dokumenta þetta ferli. Já. Þar sem þú feta veginn úr C-list celebrity upp í allavega B+. B+, já, wow. Ég finn svona hrokin í þér og annað er aukast. Já. Verður betur og betri með þig. Eins og væntamátti. En hvernig er þetta? Hvernig eru viðbröðin, so far? Herru, bara mjög góð. Mjög góð. Það segja allir það sama. Og það er kaffistofan. Það er rosa mikið talað um þetta á kaffistofunni. Já. Og þetta, maður var svo sem búin að búa sundi það. Þetta gæti orðið, sko... Það er efni í nafn á podcasti. Ekki föstudagskaffi, heldur bara kaffistofan. Já, kaffistofan. Já. Ég meina, kannski... Bara ræði slúðri sem fer fram þar. Og bara umræði það. Það gæti verið á 50 hjá okkur. Af hverju er ekki komið umræði podd þetta? Já, bara það sem er að gerast á kaffistofu landsins. Nei, líka bara þáttinn. Ég meina, það er alveg þetta að gera. Já, ég lagði það til, sko. Við ákveðna keppendur. Já. Það er aldrei að vita, hvað gerir, sko? Nei, þú veist, keppendur eru búnir. Nei, ég er að segja, þú veist, svo geta keppendur líka að tala um sína upplifun, skilur, meðan þættinir eru í gangi. Nei, þau eru búin, burt með þau. Okay. Þetta er bara þú að tala um einhver aðra allt sem fór fram bak við tjöldin. Það er þetta, já. Hvað veit maður? En ok, sorry, þú vorst að segja, kaffistóni? Nei, bara, þú veist, þetta er algjört, maður vissi það svo sem fyrirfram að þetta er algjört kaffistofu fóður, en það er fólk þarna að opna sig upp á gátt bara fjármálin. Ég veit ekki til þess að það hefur verið gert svona í sjónvarpi, allavega hingað til, sko, ekki svona ekki á Íslandi. Nákvæmt á Íslandi, nei. Nei, þetta á náttúrulega á Netflix. Já, vissulega, þetta voru svona svipaðir þættir, sko, en samt engan veginn svipaðir, sko, upp á svona formið að gera, það eru svona áskorunir og þannig. Já. En það er samkvæmlega veislega framöndan í þessu og ég held að fólk geti, sko... Þetta er svona fýrfaktor fjármáluna. Já, já, einhverju leiti, ég meina... Það er svo að sleggja konguló eða eitthvað, sko. Ég meina, fólk óttast þetta, skilur, að þurfa... Þú veist, það verða ákveðin þemu, þú veist, það verður til dæmis samgöngumánuður eins og tilkynnt væri í fyrsta þætti. Já. Þessi fólk þarf að taka til í samgöngum, þú getur nú rétt ímyndaðir hvað verður... Býtu, kom það fram í fyrsta? Ég horfði á fyrsta með þér. Já, það var talað um að þessu verður skipt upp í þemu, sko. Já. Þú getur rétt ímyndaðir, þú veist, hvað... Ég var bara að fylgjast með Edda. Eddi var svo flottur. Ég hafði aldrei séð Edda og flottan hann á frumsýningunni. Þannig ég var ekkert að horfa á hann þátt, ég bara dáðist að þetta. En ok. Þetta er spennandi bara og fólk getur leyft sér líka, sko, þú veist, hvað segir maður? Svona inspirarast af þessu, bara að fara og prófa einn mánuð að taka þess til í útgjöldunum, heimilisbókaldinu. Það er nú ekkit, sko, það eru fæstir sem eru með svona heimilisbókald. Þú er nú haldið því úti í einhvern tíma, ekki? Ég reyndar, sko, þú fer mikró, ég fer makró. Ég tek 2 ári bara flokkana. Já, 2 ári. Já, handbært fé, hlutabréf, lán, eignastöðu og allt það. Já. Og er bara svona að setja sem dreifingu. Ef ég er með mikið kass, þá veit ég að hlutastlega ætti að vera að setja inn á láni eða whatever. En þið náttúrulega farið mjög mikró í þetta. Já. Og það er einmitt önnur spurning, eftir ég talaði einhvern tímann um það, þá fekk ég sendt frá svona 3 manns. Herru, getur fengið þetta skjal sendt? Já. Hvernig eru viðbrögðin hjá þér núna eftir sjónvarp? Það hlýtur að vera inboxið að fyllast að einhverju bulli. Nei, vissulega ekki, sko, ekki þannig. Rendi yfir kreditkortið á mig. En ég meina, maður er náttúrulega, sko, opnaði fyrir auratal hérna fyrir hálfu árið eða svo, og þú veist, það koma reglulega inn spurningar þar, bara um eitthvað. Er það eitthvað annað? Algengasta spurningin er hvar á ég að fjárfesta? Já, nei, er það ekki... Herðu, ég er með 4% breytilega vexti og verður að getur rendi við lánin hjá mér. Nei, það er reyndar, já, eitthvað af því, sko, en ekkert eitthvað svona... En þú veist, ég segi alltaf... Do your own fucking deal. Við erum ekki að tala um lán. Nei, ég segi alltaf, sko, að skynsamlegast í þessu
bara, þetta eina spurningi sem þú ætti aldrei að spurja, sko. Bara, hvar á ég að setja peningin minn, sko. Þú ætti aldrei að spurja þessar spurningar, sko. Ég ætla að mæla með besta ráðgjafa vikunar. Það Jakob Birgisson, uppistandari. Já, hann kom með bókina, hann sendið þetta á mig þarna. Keiftu bara mánaðarlega í einhverjum indexum. Stærstu mistöki sem ég held ég hef gert núna, og því að ég að kaupa, ég bara tamdi með þetta. Tek bara þátt í IPOs hérna heima, persónulega, þá ég að tala um það, persónulega. Bara þátt í IPOs og reyna að selja ekki. Það hefur reynst ágætlega. Og svo bara með mánaðarlega í vísitölunni. Einu mistöki sem ég gerði var að fara ekki fyrr út að kaupa í S&P 500 eða einhver evrópsku, bara til að dreifa þessu. Hlustendur eru nú búin að vera að fylgjast með því hérna ævintýri bara hjá þér. Þetta gengur ágætlega. Airbnb, Mats, Meta, þetta skemmtilegt. En herru, Yngvi, það nýr samstagsæðil í dag með okkur, Teia. Teia. Ef þú ert í rekstri, komdur yfir í nútíman, nýttu greiðslulausnir frá Teia. Þannig bara daglegt uppgjör og ekkert kjaftaði. Borga strax daginn eftir. Þetta líka bara sem knýr vefverslunina hjá okkur Íslandingum í dag. Ekki og spurning. Ég hef reynslega þannig ég mæli heilshugar með að fara í viðskipti þarna. Mjög þægilegt. Það sem eiginlega verið þægilegast hérna uppgjörið. Ég ætla ekki að nefna ég hef verið held ég hjá öllum greiðslumiðlunum hérna á Íslandi. Mögum ekki kalla þetta greiðslumiðlun? Þetta ekki kortafyrirtæki? Nei, þetta ekki kortafyrirtæki. Þetta greiðslumiðlun. Og það ótrúlegt hvað getur farið mikil tími í það að finna bara út úr almennum uppgjörum. Bara hvað var að vera að borga fyrir hér og þar. Þetta visuált. Visuált, mjög þægilegt og náttúrulega hægt að tengja við Spotify Shopify. Shopify, Spotify. Ég get ekki ruglað þessu. Þið það ekki þetta, veflausnir, WooCommerce, að þeir eru að byrja að selja eitthvað. Og það þetta heitt í dag skiptum pósakerfis og Teia náttúrulega bara þinn áfangastæður. Ég reynda að tengja mjög lítið við veitingastæði en það náttúrulega hárrétt sem þú segir. Teia náttúrulega knýr veitingastæðina, pósana. En svona það sem við braskararnir þekkjum, það bara að reyka upp heimasíðu, vantar greiðslulaust, þá var það Teia. 100%. Þökkum þeim og bjóðum á velkomna í Pingi samfélagið. Hvað kallum við þetta? Pingi bandalagið, jésús, mistið út mér þarna. Herðu, Kalli Karlsberg, hvítfliparnir eru núna að missa sig. Þetta alltaf að kaupa 2. Alltaf að kaupa 2. 0,0%. Erfið vika, ekki drekka neitt. Þú verður að kaupa hann og taka einhvern með þér. Þú drekkur aldrei einn. Nei. Og þú veist, og þetta með að kaupa 2, þetta ekki spurning að drekka þá endilega 2 sjálfur. Nei. Alltaf að deila. Það nú bara reglan. Rounds on you með Kalla Karlsberg. The rounds on me með Karlsberg. Græna gulli frá Danmörku. Rounds on me. Og þá sem mista síðasta þætti, heyrðu, ég var að segja frá síðasta þætti eða? Herðu, já, ég ætlaði þetta að byggja. En þá sem að mista á hann. Byrja þáttin á að byggja stafsökunar. Eða nefndi ekki að hlusta á hann allan út af hljóðgæðum sem þú ert að fara að útskýra núna. Þá tók ég sögu Karlsberg. Og fór yfir nafnið, Karl fyrir sonans. Stórmerkileg saga. Son stofnandans sem stakk hann síðan í bakið. Og Berg ávísun í Bjerg. Sem bjargið eða svona hæðin í Valby Hill í Köpenhagin. Heyrðu, við þurfum að segja við viljum byggjast bara forláts á hljóðtruflunum þessi síðast þáttur, ég tók samt eftir árið í Tension bara á tölfræðinni. Þetta hafði engin áhrif að því virtist Nei, talandi gervigreind. Við vorum með að tala gervigreind held ég lók þess þáttar að það sem gerist að þátturinn kemur basically svona inn á tölvunum mína. Svona, þetta bara heyrist ekki betur en þetta. Það var eins og við verið í sundlaug. Og ég prófaði mismunandi gervigreindatól og að lokum detti inn á eitthvað sem heitir lalal.ai. Stoppaði. Þú talaði við helstu sérfræðinga á landinu í þessum efnum sem sögðu þetta dead. Já, basically, ég fekk bara það í grímuna bara þessi fælli döður. Ég gafst ekki svo auðvitað upp og sko málið þetta fær hljóðmaður hefði getað lagað þetta en við erum að tala það hefði tekið sko bara í alvörunni ár. Því að þú veist þetta var svona rifflað svona það hefði tekið bara ár handvirkt að gera þetta. Ég fyrir inn á lalal.ai. Vissulega búin að prófa svona 10 AI á undan. Tengist það eitthvað þessu halal dæmið? Nei. Sem mandi. Ekki halal EHF? Jú, það líka tegundin af vottun fyrir múslima til að borða kjötið. Við höfum farið yfir þetta áður. Korsir fyrir geiga, halal fyrir En ég fyrir inn á lalal.ai og spýta þessu inn og þá kemur þetta út og ég myndi segja að þetta hafi verið svona 70% ásættilegt.
75% jáfnvel og við erum að tala þegar ég var í bíl þá heyrði ég eiginlega varla það oft svona skruðningur og verra hljóð í bíl sko. Þá bara svona leið mér eins og þetta væri bara venjuleg gæði sko. Og sko til að útskýra það 70% ásættalegt fyrir þér er 97% ásættalegt fyrir mér þannig að ég var bara, heyrðu þetta er snill við erum aldrei að fara að reyna að taka upp annað þátt sko. En heyrðu og þetta er sagan, þú bara notaði þetta gerfugrænt tól lalal og framtíðin er björt, góður hálsar Við borguðum þarna 40 eurur fyrir þetta og bara Hún sagði 20 við mig Var það 20? Já, þá er það Ég samþykti aldrei 40 Þetta verður dreigið á þínu sjó En þú veist, ég nú ekki að mæla með þessu sko eða þú veist, ég er ekki að selja þetta, ég er ekki að auglýsa þetta þannig En bara eitt annað, það kemur fyrir gervigreindin er bara Þú ert að taka upp podcast, þetta var nýtt SD-kort sem við vorum að nota Fællin fyrir hakk, ekki gefast upp góðu braskarar sem er að fara stað með potin En ég verð líka að sjáta á þetta, við lendum í öðru vesinni sko, þá fokkaðist annar þáttur upp út af hvað gerðist, það hann bara köttaði á okkur Já, alveg rétt, það er nú kortin að kenna Þá verð ég að sjáta á þetta minn mann Jóhann Hinrik sem er algjör snillingur í þessu og hann náði að Er það J to the Hay? Já, er ekki mikið það? J to the Hay Jói Hinriks, J to the Hay Ertu að tala um hann? Ert þú að bulla það? Nei Jú, þú veist að Það er ekki J to the Hay Nei, það er alveg örglega ekki hann, ég veit ekki Jóhann Hinrik, mestari, hann náði sér þetta að rístóra þetta rístóra fælinn aftur, hann að sjáta hann ef einhverju podcastar er að hlusta á lendivesinni heyrið Jóhann Hinriki eða mér og ég bendi ykkur á Jóhann Hinrik hann getur lagað allt að þér virðist a.k.a. J to the Hay J to the Hay, herðu, þáttu dagsins Yngvi, við erum nú með einhverja fréttir hvað ert þú að bjóða upp á eitthvað í dag? Herðu, ég skulda erlenda fréttir frá því síðustu viku þær voru ógeðslega erlendar þannig að þær eru komnar aftur og ég er með tvær ég tala um Granolas Granolas, þú þekkir það Já, og svo það sem ég skuldaði með highest earning hedge fund managers í fyrra Já, einmitt Það er bara svona, það er léttmeti Ég er með rýmleik sem ég heldur fyrir mig ekkert í dag og svo er ég með annarkvort milljónumæring vikunar getur verið svolítið mikið eða yngsta milljarmæring núlifandi tíma sem sagt, sá sem er nýbúin að skjótast upp á stjörnuhiminin og Hvað var ekki Zuckerberg 22 ára? Jú, þessi er 23 ára og komið með net worth yfir 1B eða sko paper gains Nei, hann er 24 ára árið 2021, sorry Þannig hann er þá hvað, 27 ári dag Var ekki Kylie Jenner þarna? Jú, en þú veist, hún datt inn á stjörnuhiminin í fyrra Ég er bara að tala um gæja yfir 1B Þetta er nýjasti gæjan til að debt evaluation yfir 1B Herðu, held ég verð að gera einn greiningar Hvað er að henda þess á mig að vera með þetta heil sko? Ég er bara að segja frá þessu Herðu, ætlum að byrja bara á svona kannski innlendum fréttum eða bara svona almennum fréttum sjálfsögðu í boði Keldunar sem er með bestu fréttaleit landsins Það fer enginn hann sem Keldan er með tærnar hann sem Keldan er með hælana sko Í þessu fréttagemi? Nei, því að þú getur glemt í að fara inn á aðra fréttasíður og leita á einhverju það kemur alltaf bara eitthvað sukk Keldan, þetta er bara ein leit og þú farið alla fréttir Svo kallaður aggregator Já, nákvæmlega og þið þekkir náttúrulega orðið Kelduna þetta eru bréfin, þetta eru kryptóið, þetta eru gjaldmiðlarnir þetta er miðstöðin Mikið af uppgjörum í vikunni Já, nóga þeim, við fórum nú upp í Nóa og gerðum því skil mæli með hlustun á þann þátt sem kom út á miðvikudaginn Já, þannig að bara ef þið eru að fá núna föstaskaffið það er sem sagt uppgjörstáttu með Nóa fyrir 20 inn í fítinu og hann er lengra en vanlega og þetta er meira spjall Já, það var svona 35 mínútur Það var hundur í möggu og ég fann það bara við þurftum að vera á tánum með hann að Lalli, ég kallaði hann Tóti hann var ljúgur sem lamp sko. Magga, hún var í ham Ef fólk vill vera svona eitthvað smá up to date í fjarskiptaheiminum þá er þetta góð byrjun Já, mjög góð þáttur En herðu, sko, fyrsta frétt svona vikunar Sko, það eru nokkra ágætis fréttir kannski byrjum á honum Geira í Aurabankanum við nokkar, Ásgeir seðlabankastjóri hann mun sitja á seðlabankastól til 2029 Já og mér fannst áhugavert að sjá og ég, þú veist, hvort þetta beintengist þessu eða ekki, en hlutabréfamarkaður tók vægast sagt ekki vel í þessar fréttir OMXC 15 fór niður 2,82% þann daginn sem er nú bara ein
mesta daglækkun á einu degi einhver tíma, sko. Já. Auðvitað var Alvotech þarna að hríðfalla þennan dag, sko. Já. En það er óvægt að segja að markaðurinn hafi verið rauður. Rétt. Þannig að það Sko, markaðurinn ríkur upp á mánudag. Já. Og svo þetta búið að vera svona downhill síðan. Já, en svo þarna kemur þessi frétt þetta ekki á miðvikudaginn? Sko, steiktaður, það var hvíslaðað mér að lækkun í öðrum stokkum þarna daginn á eftir hafi verið einhverjir að selja stöður til þess að taka þátt í þessum alvokaupum á mánudaginn, þannig að það er það sem var hvíslaðað mér, sko. Já, getur verið, þú veist, eins og ég segi það kemur beint úr strætinu, sko, þannig að en þú veist, ég meina, ok, ég held að tengist ekkert Ásgeiri, sko, það er engin hvað veit maður, þú veist, því að hann hefur verið svona dálítið, þau þarna í Seðlabankanum trefið að lækka vexti og það þessi markaðurinn vill, en ég segi bara, þú veist, ætla að sé samt ekki bara best að lefa honum að enda á því sem hann hóf. Er eitthvað til heilla að fara að skipta núna? Þú veist, þetta er búið að vera, hann náttúrulega tekur við þarna á versta tíma 2019 og hefur þurft að vinna fyrir kaupinu sínu þann tíma, sko. Ég held bara að besta sem við höfum sjálfstæði maður í þessu starfi, sko. Já, sjálfstæði maður. Já, nefnd með sjálfstæðar hugsanir. Já, sem að láta ekki stýrast af markanum eða pólitík. Nei, og það, þú veist, auðvitað má hann eiga það og þau þarna, sko, að þú veist, þau einhvern veginn svona ekkert feimin við að standa á sínu. Já, þú veist, það nú bara þannig. Annars getur bara að sé hvernig málin standa í Tyrklandi eða Rússlandi, það sem eru pólitískar ráðningar í þessu. Já, einmitt. En talandi pólitískar ráðningar, þessi staf verður ekki auglýst, ef það á auglýsana þá þarf að láta hann vita með 6 mánaða fyrirvara. Og það var ekki gert, sá frestur rann út hvort það verið í gær eða fyrradag. Þannig að við verðum áfram með Ásgeir þarna og bara, þú veist, maður hefur nú haft sína skoðanir á þessu, baksýnis hagfræðingurinn sem maður baksýnis speils hagfræðingur hrútskýringa hagfræðingurinn sem þú ert. Þú veist, það er eins og ég er nú komið inn á, það er nú ekki allt slæmt handa, maður hefur nú alveg hrósað honum líka. Þannig við bara svona pingjum hennar hlutleysir í þessu. Við vonum að á næstu 5 árum gefa sér allan í klukkutíma að hitta okkur. Því að það hefur ekki gengið síðustu 5 ár. Við höfum reynt og fengið svör og við höfum reynt oftar en einu sinni, sko. En ekki bein svör frá honum, heldur aðstofamanni og það hefur ekki... Kannski er honum bara illa við einhverja titti. Baksýnishagfræðingar. Það hefur ekki borið... Tala ekki við titti, það eru margir með það motto. Ég tala ekki við titti. En það hefur ekki borið tilskilin árangur því miður. En það önnur frétt Skagi. Nýtt afl á fjármálamarkaði. Og sko það hefur verið voða mikið í tísku að taka svona fyrirbæri úr náttúrunni og gera það samstæðu. Já, kottum við dæmi. Þetta er góður þráður á Twitter. Já, ég meina, sko, ok, það sem er að gerast auðvitað Skagi, þetta er nýtt sameinað félag Vís og Fossa. Já, þetta er nafn móðurfélagsins. Já. Og svo er hvað heitir þetta ekki, SIF, eignastýring líka sem fellur hann undir. Já, getur við. Sem er Vís aftur á bak, einmitt. Nú, ég held að væri vísun í Sif Friðleif sem var hjá Framsóknarflokknum. Besti ráðherra í sögu Framsóknarflokknum. Sko, til að taka dæmi, þú veist, ok, fossar. Já. Náttúrunni. Úr náttúrunni. Skel. Það er úr náttúrunni. Kvika. Þú veist, við vitum það. Og núna Skagi. Og ég held einhvern veginn að þetta væri búið eftir að Skeljungur varð að Skel, sko. Já. Eftir þetta fannst mér þetta hætti að vera cool. En Skeljungur er náttúrulega ennþá Skeljungur. Já, eða þú veist, Skeljungur varð að Skel og svo Skeljungur bara, þú veist, undir Skel, sko. Svona, þú veist, Skel var svona síðasta cool nafnagiftur úr náttúrunni. Þetta er búið að vera í 10 ár, svona. Já, hvað með Kvika? Ég sagði Kviku. Já, ok. Það var, hvenær var Kvika stofnuð, þú veist, 2010, 13 eitthvað. En ég var að segja reitt sturla sem ég komst að. Klettur, já, einmitt. Þú veist, þetta er svona eitthvað voða í tísku í dag og vera með þessa jarðliti. Já. Þú veist, þetta er svona... Við erum traust. Já, þú veist, maður veldi fyrir sig hvað verður þetta næst, þú veist, út í hvaða sektor allir þetta farið, þú veist, nú er náttúran komin. Já, ég held að nöfnin séu svolítið að fara úr tísku núna. Það var samt svona minna. Já. Alfreð. Já. Svo var nei, það var nú reynda bara vinnu, átti að heita Magga. Já, ég meina, þú veist, Valdís, Alfreð, Örbjörg, þú veist, þetta er ennþá í gangi, sko. Það er ennþá í gangi. Katla náttúrulega getur verið vísun í náttúruna líka, sko. Já, en það er líka reyndar hundgamalt nafn. En það eru fleiri, það er bara aðeins að... Ég verð að segja þér eitt bílað hérna. Já, hvað með það? Sem ég komst að, bara fyrir algjöru tilvíðin. En Skel,
nafnabreitingin frá Skelingu yfir Skel var tilkynnt sama dag og fyrsti Pingju-þátturinn kom út. Já, 8. febrúar 2022. Við eigum nú svolítið í þeim. Já, ég segja, bara Skel og Pingjan ætti að vera systurfélög eða bara í eina sæng. Shit, móðurfélagi Skel og Pingjan systurfélög. Ef að Gudda og Geiri hringja að við erum House of Skel, ég myndi ekki segja nefi. Nei, það myndi ég líklega ekki gera. En Gudda og Geiri, það er nú svolítið gott að upp í Skel. Mér sýnist á öllu að það hafi verið 8. febrúar 2002 þegar fyrsta fréttin kom þessa Skel, já. Þannig að það er sami dagur og fyrsti ásendinga þáttu Pingjunar fóru lottið. Já, eitt tengt þessu nafnadæmi út af því að ég þarf nú eiginlega að éta hatt með núna og ég viðurkenni það mjög oft. Ég spá ekkert mikið í svona marketing eða vörumerkjum eða upplifuna brandin eða eitthvað slíkur. Þegar við stofnuðum Styrkás, þá vildi ég tilnefna það til klúðurs sem öfugur lúður. En út af því að mér finnst það ekki nettnafn, en þau voru að fá tilnefningu fyrir lúður, fyrir það nafn og breytingu. Þannig að ég tek á mig klúður, þau fengu tilnefningu til lúður og bara ég hafa mikið með það. En til að loka Skaganum, þetta mun núna fara á markað í stað Vís. Já, bara nafnið. Þannig að það má segja að lokum að Fossar sé komið á markað. Það hefur nú eitthvað verið talað það, eða ekki þú veist, talað það, ég man ekki, þau voru með allan að háleit markmið, þú veist, fyrir 2 árum bara einhver tekjuvöxt og eitthvað og gott ef að föra á markað yrði ekki eitt af því, en þetta verður allavega nýtt félag á markaði. Skaginn bjóðum þau bara velkomin til leiks og vona þetta sé síðasta svona náttúruvísunar nafnið. Heldur, finnst þið það? Nei, það er enga líkur á því, en bara ég veit ekki. Mér finnst bara komin tíma á eitthvað annað. Ég held að næst fyrir við verið fugla aftur. Krummi og krían. Nei, kría er sjóðurnir auðvitað. Og Lóa, heyrðu, opinbera tók fuglana. Kría, Lóa. Já, kría, áhverð. Áslögu sem er svona fuglafettish. Hver? Áslögu, því að hún er að stýra þessu. Já, ég veit ekki. Sorry Áslögu, ég ætlaði nú ekki að sagja það. Do your own deal, people. Spurði hana sjálf. Ertu með fuglafettis? En heyrðu, ég var að spá jáfnvel að þú myndir hoppa inn í núna kannski með eina erlenda. Já, viltu þunga eða létta? Ég væri til í létta bara. Ok, þá byrja ég á hedge fund gæðanum, því að það er svona bara þetta, já, út af því að ég er ekki með nógu mikið djúpt á baku það, en ég fann hérna sko hedge fund. Hvað er það officially hrægamasjóður? Er það ekki bara vogunarsjóður? Það er vogunarsjóður bara? Já. Það er það sem að góða fólki kalla hrægama. Þetta var nú vitnað í sko einmitt hrægama og svona og annað. Já, en ég var að finna hérna það er frétt hérna highest earners í vogunarsjóðum síðasta árs. Já, Bandaríkjunum, 2023. Það eru 3 sem að fara yfir personal gain upp á $2 miljardar. Já, 2 aðilar. 3 hedge fund aðilar ná yfir 2 miljardar. Já, 3 aðilar, já. Og það er Ísrael Englander hjá Millennium. Hefur hértu það? Millennium. Það er Ken Griffin hjá Citadel. Já, heyrtum hann. Það er eiginlega uppáhalds hedge fund gæði mig. Já, hann fór stórt hlutverk í GameStop-æventýrinu. Já, hann er basically gæðin sem á og rekur Citadel, sem er síðan held ég með stærsta market maker í Bandaríkjunum. Þeir eru þeir sem að kaupa tradebookina hjá... Já, er þetta ekki bara svona clearinghouse? Þannig, var þetta ekki talað það? Jú, og og gerði allt vitlaust í GameStop. Hann er semst að netta 2,6 B síðast ári. Ísrael Englandir bætti við til 2,8. Áhugaverð saga með hann stofnaði Millennium sjálfur 1989. Hann er self-made, so to speak. Það var fyrir $35 milljón á þeim tíma, 1989. Hann var búinn að vera að vinna í einhverjum viðskiptabanka eða fjárfestingabanka og setti $2 milljónir inn sjálfur. Þannig að hann fekk restina af láni. Í dag er þau með 61 B í stýringu. Hvað segirðu? Þau eru með 61 B í stýringu, þannig að hann er búinn að vera mjög successful. Hann er kallaður Issy. Er það ekki meira en 61 B? Skrifa bara Millennium, AUM. Sko, eftir að ég sá þetta nafn Issy, ég held að vera að tala um Citadel. Já, þegar ég er hættur að vera kallaður Iddi, þá ætla ég að vera kallaður Issy. Bara eins og hann er kallaður Issy. Þannig að þú veist, þegar það þarf að rýbranda mig, já, bara hann fór alveg yfir. Issy? Já,
Já, Iddi farin, Issi mættur. Heyrðu, og þriðji hérna sem að negli sér yfir David Tepper hjá Appaloosa. Önnur notable nöfn Steve Cohen, .72. Steve Cohen, það Steve Cohen. Já. Svo Jim Simmons, Chris Hahn, Bill Ackman. Það svona uppáhaldskallið minn. Bill Ackman. Hann búinn að fara mikinn á X-inu. Kathik Sarma, David Shaw, Paul Singer, John Overdeck, David Siegel hjá 2 Sigma, Chris Rokos og Peter Brown. Þetta svona top 15 og þeir að reynsa frá því að ná sko $180 million sem eru hvað, tæpi 20 miljardar aðeins pluss. Og þetta personal gains? Já, þetta personal gains og svo hlutaði sko share of fund performance fees. Þannig ef að fundin að taka 20% hagnaði og 2% management fee eins og þekkist í þessu, þá sko listað inn hvað þeir persónulega að taka því. Það mismikið, en ekkert að vera að fara yfir það. Þannig að það var svona erlenda fréttvikunar. Já, þetta skemmtilegt. Ég með aðra og ég að fara strax í hana. Nei, býðum aðeins með það. Steve Cohen, hann var náttúrulega eitthvað í .72. Já, hann fór í Melvin Melvin Capital. Þetta var í kringum GameStop. Já, ok, þannig að hann var inn í því. Já. Heyrðu, hann ekki bara sá sem tapaði mest á því? Maður sjá, segir hann. Hann hérna ég man ekki alveg. Þessi nöfn eru öll rugla með öll sko. En allavega skemmtilegt. Takk fyrir þetta. Herðu, viljum minna á Payday. Af hverju ekki byrtu svona listi fyrir Ísland bæði við? Já, það allt svo quiet inn á Íslandi. Ég held að fyrir 24 þá verði það Daði í Visku Capital. Já, Bitcoinið upp í 100k. Ég dansandi upp á borðum þessa dagana. Já, eins og fleiri. Einhverjum muna nú að maður fór nú, já, kannski ekki þungurinn í Bitcoin, en maður setti nú eitthvað örlítið. En ég vil tala Payday, það fyrir að styttast í 5.000 núna, eins og við nefnt áður. Já. Og það búið að lofa 2 kampænisflöskum, var það ekki? Jú, ein frá mér og ein frá Bjösa. Þannig að þú ert bókari núna að hlusta. Shit, hugsaði vöxtinn. Djöfull gaman að vera hjá Payday. Bæði sem viðskiptavinur og starfsmæður. Að taka þátt í svona vexti. Þetta alveg gjörsamlega bilað. Þetta og líka bara frá því að við frá því að við byrjum með Payday, ég held að það hefur verið 2000 eitthvað, eða þú veist tæplega 3000. 21. Já, ég er að segja notendur sko, þannig að við erum nánast bara búin að horfa upp á tvöföldun og bara eitt fyrir alla sem er í viðskiptafræði, tölvunafræði, rekstrarhagfræði, hvað þetta allt heitir. Ég myndi vera að sækja sumastar hjá Payday núna. Bjössi ekki einu svona auglýsa. Þetta gæti orðið besta reynsla sem verður til á Íslandi til næstu ára að taka þátt í þessu. Góða punktur. Og takja á okkur minni laun heldur meiri til þess að fá reynsluna frá þessum geggjuðu gæjum hann á bakvið. Þannig að sjá dagsins á Payday fer sækjum hjá Payday. Já, sendið bara á hann. Sorry Björn minn ef að fyllist þér innhólfið, en þetta er bara ráð til ungra og efnilegra manna og kvenna í viðskiptum. 100%. Herðu, Dokubit, við segjum pappirnum stríð á hendur. Ef þú ert fyrirtæki sem að er með einhvers konar undirskriftir fyrir viðskiptavinni, þar sem þú þarft að prenta út og skrifa undir, hætti því núna strax í dag, farin á dokubit.is og kynntur nýja leiðin í framtíðina. Ekki bara fyrirtæki, kallið minn. Nei, þú veist, ég var að sjá það ekki. Nú er ég bara svona einblín á það. Aron Leifur Beck, einn efnilegasti skipulags- og byggingafulltrúi landsins hjá Fjarðabyggð. Hann var að taka upp rafrænar undirritanir. Og ímyndaði hagræðið þegar sveitafélög fara að undirrita rafrænt í staðan fyrir að þurfa að sækja pappír. Samfélagslegur ábati af þessu sko. Það er bara ekki spurning. Og ég segi efnilegasti því að hann er ekki ennþá orðin svo besti. Það er Egill okkar í Garabæ. En Aron er high riser í þessu. Hæræsir, herðu, Dokubit þakku þeir fyrir. Herðu, sko, ég er nú með fleiri fréttir hérna. Við erum með til dæmis, nú er Indó komið á útlánamarkað. Og þeir ætla að ráðast á yfirdráttin. Maður einhvern veginn hugsaði sér bara svona, þegar ég sá þetta bara svona, stinguð þetta ekki dálítið í stúfið einhvern veginn svona þeirra karakter, sko. En svo kemur það nú í ljós, þeir vilja fara gera hlutina rétt, eins og þeir tala að ekki var allt sem sýndist. Já, einmitt sko, og eins og áður sagði verða útlánin í formi yfirdráttar fyrst sinn
En svipa leiti verður svo önnur útlánategund afhjúpuðu sem stofnundir Haukur, Skúlason og Tryggvi Björn Davíðsson vilja lítið tjá sig nánar að svo stöddu í það minnsta efnislega og hún hugsuð sem holgenningu þess hvernig við hugsum hlutina allt öðruvísi. Þeir vilja ekki fara þess að hefðbundu bankaleið, þannig að þú veist, yfirdráttur, þetta hljómar ekkit sérstaklega vel en þeir vilja fara einhverja rétta leið að þessu sem að við veitum ekki alveg hvernig verður að svo stöttu. Þeir sóttu sér milljarð í fjármögnun í desember síðastliðinn fyrir þennan fasa og og ég á sko með þess að þeir tala yfirdráttinu og svo einhverjum svona nýja útlánategund og ég velti fyrir mig hvað þetta geti verið. Ég á bátt með að trúa þeir færi einhvers konar smálán, ég veit ekki, þú veist, væri þetta ekki mögulega einhvers konar brúarlán bara eitthvað þannig sko. Ég hef ekki hugmynd maður bara fabúlera náttúrulega núna sko. Ég ætla bara að vera ömulegur álitsgja og segja ég hef bara ekki hugmyndar þar. Nei, það bara þú veist, þetta þín milljón sko. En það mín milljón. Já, bara viltu finna milljón, þú veist, þú átt að hjálpa þeim að finna það, ég ekki þar. En þeir segja þetta að gefa yfirdrætti bara lausan tauminn með því að láta hann endurnýja sjálfkrafa hjá fólki og helst láta fólk ekki vita því til að hámarka vaxtatekjurnar, það finnst okkur vera bull. Já, þú vannst í banka. Já. Hvað heldur að bankan sé að græða á yfirdrætti? Þú veist, hvað meinar þetta, í hvað samhengi bara, þú veist, þeir eru náttúrulega með hvað er stór tekjustofn? Þeir eru 17% núna, stór tekjustofn, ég veit ekki en eina sem ég veit að það eru rosa margir með yfirdrátt. Já, það er spurning. Það er bara, já 17%, hvað er þetta margir? Hvað eru þau að græða? Ég veit ekki, það kemur ekkit óvart ef allavega bara svona þriðjungur landsmanna með yfirdrátt sko. Já, hugsa þér. En þú veist, þetta eru auðvitað bara fabuleringar sko, en ég veit eftir að hafa unnið í banka, maður sá það að maðurinn vann í banka, hlustu á hann. Já, ég vann sem einstaklingsráðgjafi sko, þannig að maður var að díla við þetta á hverjum degi og þetta var algengasta afgreiðslan, bara næra framlengja, skilur þú veist, því að þetta er náttúrulega, þú fær heimild til einhvers tíma. Hvað er þetta annað en smálán? Þetta er í rauninni bara svipar til þess nema smálán eru náttúrulega kannski með hærri svona vöxtum. Já, hærri vöxtum og svona árlegt hlutfallslegs kostnaðar hlutfall sko. Þannig að þú veist, já, þetta er auðvitað í svona sama sektor einhvern veginn. Neyslulán, smálán og yfirdrættir. Smálán er líklega samt svona mest ekstrím sko. Já. En þetta er allan áhugavert. Að sjá, Indó er að fara inn á nýja markaði, það verður spennandi að fylgjast með því. Annað sem er mjög spennandi að fylgjast með Er það Ægipáll í Iceland Seafood eða? Nei, ég er reyndar ekki með það á blaði hérna. Nei, ok. Vilt þú eitthvað renni við það eða? Nei, bara, það er rétt náða að skila hagnaði og hann er komin inn, hann er að taka til góður hlutir er að gerast, þannig að ég bara sjátt á þetta Ægipáll. Það var acquisition og talandi acquisition núna. Já. Hugbúnað fyrirtæki og sko, hugbúnað, þú veist, hvað köllum við þetta, svona appointment, svona, þú veist, það er bara öll fyrirtæki sem eru með einhvers konar tímapantanir með hugbúnað hjá núna. Þeir fundu svo sannarlega gata á markaðnum á sínum tíma. Þeir mættu herja á tannlækna. Það er fokkin óþjóðan að bóka tíma á tannlækna. Já, ég held að tannlækna séu nú margir hverjir konum í núna. Það? Já, ég veit ekki minn. Þetta er allan að, sko, þetta eru óvænt tíðindi verið að segja, eða þú veist, svona út frá leikmanni sko, að þeir voru í acquisition, þeir voru að taka yfir Sales Cloud og í tilkynningu segir að kaupin hafi verið gerð með blöndu af reiðufé og nýju hlutafé í Núna Labs EHF og sko samkvæmt ársreikning 2022 þá er síðasti útgefni ársreikningur núna þá er ennþá verið að reka með ágætis tapi allan síðustu 2 ár 24 miljónar tap 2021 og 57 miljónar 2022 eru vexti en já, algjörlega, þetta er bara hugsjónumenn sem hlæja síðar skilur, en það er gríðarlega sterk lausafjárstaða hérna, þökk sé hlutafjáraukningu undanfarin ár það sem meðal annars Saltpay hefur komið að borðinu en ég þekki þó ekki hvernig staðan var 2023, ég vil taka það fram, ég veit ekki hvernig ársreikningurinn þar lítur út en þekkjandi til þessara manna veit ég að það er nú ekkert verið neitt bröðlað á þessum bæ sko. Þetta eru menn sem að, já, hjá núna, þetta eru menn sem að halda þétt á spöðunum og það verður bara gríðarlega spennandi að fylgjast með og sjá hvert stefnan, þú veist, hvert hún leiðir, sko, í þessu mergi. Já. Það ekki, þú veist hvað, ertu með einhverja fabuleringar í þessu? Eða? Nei, ekki neitt, annað en bara ég er mikill núna fan. Já, og ég meina Sales Cloud líka, við tókum það nú fyrir. Já. Og það var rétt að minnast á það hérna Helgi já, svona fyrrum framkvæmdastjóri félagsins hann vitnaði nú í okkur þegar hann fór og var gríðarlega sáttur með ljóðið hans Itta Issa það er ljóðanafni mitt hvað verð ég? Addi, skilur, hvað verð ég? Assi en hérna
Já, það verður fælega spennandi að fylgjast með þessu og bara óskoðum innilega til hamingju með þetta. Já. Kjartan og Jón Hilmar sem að fara þarna með stærstan. Sjá hvað þetta er fljótt að falla þegar frumkvöldin er komin út. Hvað segirðu? Helgi hættir og það er bara, heyrðu við fóldum bara. Já. Núna eru framtíðin. Já. Nei, ég segi svona, þetta er bara spennandi. Félagið er að Kjartans og Jóns heitir hérna Miklihvellur. Það sagði Jón Helgi, Jón Hilmar. Já, þetta er Miklihvellur EHF. Ég er svona smá öfunda á þessu nafni. Það gæti verið næstun upp að fara í stjörnurnar og eitthvað svona. Já, ég er náttúrulega. Þú ert þar. Ég er búin að gera þetta. Já. Ég var með Proxima B EHF sem ég er hérna. Auðmann sem notar alltaf hérna heli í laxviðum. Já, það er þetta cool líka. Já, en þú veist, þetta er fyrir mér. Veist þetta cool að skýra þetta eftir hérna einhverju space doti sko, geimnum. Þannig að ég er nú þegar rutt mér rúm í því sko. Rutt mér til rúms í því en hérna það fyrirtæki er ekki lengur til. Nei, hefur að taka granolas í bóði hafsins. Þetta er svona, ég er að fara yfir létt hlaðborð af góðum mat. Já, komdu með það. Hvað fórstu í vikunni? Bóði hafsins í dag, segir. Ég tók saltfiskkrokettu í vikunni. Tvær, alltaf tvær. Einn fyrir mig, einn fyrir börnin. Ég tók þorsknakkana í Southern Fried. Hefur þið tekið þá? Já. Steikja upp á smjöri. Eitt sem fólk þarf að átta sig á þegar þú lappar inn í hafið. Bara stoppa strax, láta staðan numið, líta til vinstri og kaupa remúlaði þar. Já, herru. Fyrir matgæðinga þá er hægt að skera súrar gúrkur út í það til að gera það svona aðeins meira denst. Það er þetta hacks. Já, og hérna ég ætla þetta með þorsknakkanum og kartöflum. Ég fæ mér alltaf líka kartöfluna með þessu. Vist, ég bara hef líka farið þarna sérstaklega til að kaupa kartöflur. Sem er hérna ég man ekki hvað þetta heitir, svona krösti svona dót sem þú setur í ofnin og heitir ekki bara kröst kartöflur? Já, eitthvað þannig sko, algjört hacks. Fárlega góðar. Heyrðu, hafið, allir í hafið. Sko, annars þú þekkir, nú ætla ég að segja frá granolas. Hefur einhverja hugmyndu hvað ég er að fara að tala? Nei, en þú veist, ég veit hvað granola er. Þetta er svona einhvers konar tegunda musli eða svona, er það ekki það? Jú, þetta er bara ekki þannig þáttur, ég er ekki að tala um það. Nei, ok. Þú þekkir Fang? Fang, já, þú hefur nú talað um hann áður. Fang? Ertu að tala um hérna, nei Facebook, Amazon. Já, ok, já, minna það. Nvidia, mér fannst Google. þú að talað um hérna, hvað hétt sá sem þú talaðir um þarna frá Kína sem að hétt hann ekki Fang? Ég veit það ekki. Nei, ok. Eftir nú ekki með þessa fordóma hér. Það eru ekki svona. Herðu, granolas eru 11 hlutabrifin í Evrópu sem samsvara það sem er kallað Fangs eða hinn 7 sem að hérna enni stendur líka fyrir Netflix. Já, 7 fyrirtæki make a sense. 4 stafir, 7 fyrirtæki. Þetta eru 5 stafir. Nei, 4, segir já. En þetta líka breytist alltaf. Amazon og Apple út og sko, granolas eru 11 hlutabrif í Evrópu sem eru 60% af market capinu fyrir Europe Stock 600 vísitöluna. Það voru ekki hátt market cap á því en áfram. Nei, en sko, punkturinn er þessi. Við erum alltaf að tala um Fang. Af hverju eru ekki að tala um granolas? Já. Hvað hefur Evrópa? Það er því að það hallar á Evrópu, það er nú bara þannig. Já, en hvað hefur Evrópa sem Bandaríkin hafa ekki? Og það lítur út fyrir eitt styrklegi sem eftir er í Evrópu. Pharma. Big Pharma. Novo Nordisk náttúrulega ber höfuð og herðar. Það er inn í þessu. Ég ætla að renna yfir þetta. GSK, Breskur Pharma. Roche. Ertu að fylgja eftir? GR, AstraZeneca líka? Já, Roche frá Sviss. Þeir eru með krabbaminn og mér minnir að þeir hafi tengst Decode. Gott ef að þeir voru ekki fyrst í kunni Decode 97. ASML, þú þekkir þá. Já. ASMR eins og við sögum hérna óvart. Novo Nordisk. Novartis. Þeir eru með hjartabilanir og krabbaminn, lifið því. Svo er eitt hérna, við vitum að þú vilt hræri kakumaltinu. Guð minn góður. Hrærir ekki? Jú. Já, ég meina ég er að gefa krökkunum mínum kakamalt alla daga eftir leikskóla. Já, herðu, áfram með þetta. Hrærir ekki? Jú, ég hræri líka. Krakkarnir vil ég geta þetta beint að skeiðinni. Ég hræri. Hræri þú ekki kakamaltinu? Jú, ég hræri. Ok, það er Nestle, Ennið. Þeir eru nú fræðir fyrir kakamalti. Já, Nestle er náttúrulega eitt af bara stærstu fyrirtækjum Evrópu. Er þetta ekki kakókallega? Ég held þú var alveg óður í kakamalt. Jú, ég elska gott kakó. Ok, þá er það L'Oreal. Það sem er pínu skrítið hér ellið er ekki. Þetta er í rauninni óið í granola er fyrir L'Oreal. Ellin er hent út. Ok. Stærsta cosmetics í heiminum, það er ekki það.
11 bla 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 Arnold okkar, House of Louis Vuitton og allir sápakki Bernard Arnault Já, eiginlega bara mörg af stærstu og verðmætustu fatavörumerkjum heimi bara næst verðmætasta evrópska fyrirtæki Já, AstraZeneca AstraZeneca Bretar, bóluefni og þeir eru stærsta lyfjafyrirtæki Bretlands Sanofi bóluefni og lyf sem standa baki meðal annars Dupixent og Ambien Þetta svona maður kannast við þetta, það get ekki allt Sko, punkturinn á baku samantæktina er þessi Fangið búið að vera held ég hvað 70-80% af hækkun S&P 500 síðastliða ár Semst þessi 7 fyrirtæki standa undir eiginlega allri hækkun vísitölunar síðastliða ár í Bandaríkjunum Þetta er svona svolítið svipað hérna í Evrópu nema þau eru núna að treyta á að meðaltali 20 sinnum forward price to earnings Það er 30% undir sögulegu meðaltali Þannig að einhver myndi segja, ok, það er smá afsláttur í Evrópu á þessum stærstu fyrirtækjum Já, eða bara fallsiðmenningar er yfirvofandi í Evrópu en það er annar mál Já, en ég meina, myndirðu betta gegn Novo Nordisk í dag? Nei, það myndi ég hins vegar ekki gera Nei. Það myndi ég ekki gera, ekki svona hafandi síðan eða fylgst með þessu Myndirðu betta gegn ASML í dag? Nei, það myndi ég ekki gera heldur því að þau eru með chipsin Roche í dag? Nei, sko Sem eru með krabbameinslyfin? Þið eru náttúrulega bara nokkur fyrirtæki, skilur þú veist, örfá sem eru bara svona einhvern veginn að halda upp í heiðri Evrópu, sko Ég veit það, og ég er bara svona aðeins þótt að ég sé sammálaði með það að bjúrókrasian og geðvíkin í Evrópu sé svona farin að gera það verkum að þetta er ekki lengur þetta er hnignandi heimsveldi Bjúrókrasian Já, tæknikratarnir í Brussel að þá er í rauninni hægt að skoða einhver skemmtileg fyrirtæki annað með þetta er að fyrir dividend investors þá borga þessi fyrirtæki að meðaltali 2,5% í Evrópu Já, þessi granólas jarð á meðan fang eru 1,6% Þannig að þú sér það að þú ert í dividend investment vilt fá smá evrur á hverju ári þá eru granólas kannski eitthvað fyrir þig Já, þetta er reyndar áhugavert Þannig að þá vitið það, kæru hlustendur og Asi minn Granólas, þetta eru 11 fyrirtæki í Evrópu sem að vert er að skoða að þú ert komið nóg af fanginu Fangi er náttúrulega bara tech Þetta er meira svona bio og svona old school Ég held að Bandaríkin sko og það er náttúrulega ný bylgja í AI að eiga sér stað sko og ég held að Bandaríkin séu virðast vera ansi framalega þar sko Já Í þessum nýja iðnaði Þannig að sko Bandaríkin eru held ég ekkert að fara þú veist að steypa neinu á hausinn sko held ég Nei á meðan að Evrópa er svona, þú veist, það er ágefni sko, hvað ætlar Evrópa að gera? Þú veist, Evrópa er bara orðin einhvern veginn bara allt og liberal sko, þetta er bara maður hefur ágjör á þessu, bara svona í alvörni bjartsýnismaðurinn sem ég er gríðalegu bjartsýnismaður en þetta er ekki Ég er ekki vissum að liberal sé rétt á orði sko, það er meira hvernig forræðishyggjan er að drepa allt sko Já, nei, það sem ég er að tala um er bara svona, þetta er nær dýbra, liberal, bara þú veist, þetta er bara orðið svo mikið bara svona einhvern veginn bara það mega allir gera allt og þú veist það er engin ægi sko í Evrópu Já, það er bara og það bara gefur auga leið að það er bara ég er ekki skilið það að vera búið til aumingja Já, það er verið að búið til aumingja Já Ok Hvað? Nei, ég myndi akkurat halda að þetta veri öfugt regluverkið og nýja reglugerðir allt og ekkert GDPR ástæðan fyrir að threads og fleiri er ekki svona lönsa í Evrópu lengur út í það er orðið svo mikið bull Það eru þetta samkennis eftir yfirvöld Bretlandi og innan Evrópusambandsins eru farin að stoppa stærstu samruna í heiminum sem er að fara að áhrifa það af hverju myndirðu stopna tæknifyrirtæki í Evrópu ef það er yfirvofandi að þú þurfur að díla við yfirvöld Já, þú veist, en það er náttúrulega tvær hliðar á svona liberal, skilur það er í viðskiptum og svo bara svona í þú veist að taka persónulegu hliðina bara í engalífi, sko, þú veist, þannig að þetta er bara, það er Ertu ekki bara að skjóta vókismann eða? Nei Herru, áfram með smjörið sko, við erum með fleiri fréttir líka núna langar með að minnast á Jómfrúna Já Það eru dönskæði þar að sjálfsögðu leifstöðin líka, nú fara páskendir að dettin þannig að liggur við að þurfa að fara að panta borðin þar Það er náttúrulega mikið Það er alvöru hefð mikið ferðamennsku páskana Veistu hvað var í falleg hefð? Já Taka jólin með vinunum, páskana með fjölskyldunni Jómfrúnni Já, það er hefð Þetta er auðvitað þarna hittur naglan á höfuðið Isi minn
það ekki spurning Vinnirnir núna og fjölskyldanum páskana en við þökkum Jónfrúnni að sjálfsögðu kærlega fyrir samstarfi með okkur og ég vildi hvetja þetta til að fara þar í 2 Carlsberg og dælu 0,0% að sjálfsögðu og rækjupíramídan herðu, úr einu mat í annan Júsú, þetta er svona gott að grípa með gott fyrir krakkana frábær tilboðið þetta, eins og við hefum nefnt áður fyrir 2 ég fór núna bara í miðri viku daginn. Hvað tókstu? Ég var eitthvað þreyttur, þannig ég fór bara beint í Stóru Júsú. Ég var eitthvað þreyttur í hádeginu og bara svona, ég nefndi ekki að fara, þú veist, ég vil eitthvað elda mér eitthvað í hádeginu, sko. Elda mér bara egg og brauð og eitthvað. Nú hugsaði ég bara, ég ætla að gera vel Þið muni heyra í næsta þætti. Fór og fékk með Júsú, Stóru Júsú með sætum kartöflum. Já. Við erum að fá í næsta þætti til okkar manneskju sem vann launþegi vikunar. Við donetuðum á hana Júsú. Og við ætlum að spurja hana spjörunum úr hvað hann pantaði sér. Það verður rugglaði þáttur Júsú, næsta fimmdag. Þetta endurskoðandasnarl. Þegar þú ert að vinna í erfiðu vaskuppgjöri Júsú. Sko, það eru fleiri fréttir og núna sko, kóngurinn Buffett Buffett, kóngurinn Buffett sko, Berkshire Hathaway kannast nú vel við það maðurinn á ennþá held ég 37% eignarhlut í því félagi þetta félag hagnaðist 96 milljarða bandaríkjadollara núna, samkvæmt uppgjöri á miðvikudaginn og mér langar aðeins að setja í samhengi það eru 13.264 milljarðar íslenskra króna félagið liggur á handbæru fé upp á 167,6 milljarðar bandaríkjadollara sem eru 23.164 milljarðar íslenskra króna. Anna, ég er búin að lesa bréfið eftir hann The Shareholder Letter það sem er hérna óður til Munger Ertu með þá samlíkingu? Sko, ég sökti mér bara óvart ofan í árskýrsluna hjá þeim sko, fór að lesa alls konar dæmi sko. En þú mátt endilega taka það sko. Nei sko með eignirnar þeir eiga held ég 6% af öllum eignir fyrir 1070 milljarða bandaríkjadollara 147.800 milljarða íslenskra króna Nei sem er 6% af öllum eignum í S&P 500 þú sér það sko þannig að þetta er orðið svakalegt veldi en þetta handbæra fé hann liggur á 23 miljónum íslenskra króna og hann sagður liggja bara eins og gammur á pingjunni meðan hann leitar á næstu stóru fjárfestingu náttúrulega fór til sko Japan 2019 þungur þar 2020 eða eitthvað svo leiðis og því líka umturnunin sem er búin að eiga sér stað þarna sko lægsti stokkurinn sem að fyrir þar er búin að hækka 185% á þessum 4-5 árum og hæst 402% hann veit alveg hvað hann er að gera já og þetta er bara þú veist og eins og ég segi ég sökti mér svona óvart ofan í árskýrsluna sko ég komst að því að hann notar ekki orðið EBITDA hann bara notar það ekki það bara stendur í árskýrslunni ég searchaði EBITDA það var bara ein niðurstað og það var hann segir hérna eitthvað delivered after interest cost, taxes and substantial charges for depreciation and amortization og svo kemur sviga fyrir aftan EBITDA is banned measurement at Berkshire akkurat þannig að þeir eru ekki notað það er líka í gömlu bréfunum hans er hægt að finna mjög áhugaður pælingar sem hafa með afskriftir og honum finnst það bara vera Focus, nei hérna Bogus Fugazi Bogus Economics út af því að eignin er að hækka í virði samt er alltaf afskrifana bara af hverju ættir þá ekki geta gert það sama yfir starfsfólki það er alltaf að verða verðmætur innan fyrirtækisins með reynslunni þú mátt samt ekki afskrifa neitt af því þá þekkingu hann var bara með marga góða punkta þetta væri heimskulegt já þú veist ég held að það sé flesti sammálum að þetta sé ekkert nákvæmur mælikvarði sko þetta er það erfitt svo sem alltaf að meta nákvæman mælikvarði á eignir sko en sko svo kemur þetta framalega í skýrslunni að compounded annual gain frá 1965 til 2023 er 19,8% hjá Berkshire þú veist, á ári að meðaltali 10,2 hjá S&P 500 akkurat þannig að hann er nánast hérna á hverju ári
verið tvöfalt hærri að meðaltali heldur en S&P og overall gain frá 64 til 23 eru 4.384.748% á meðan að S&P 500 er 31.223%. Þannig að þú veist, þið sjáum það compounding sko. Compounding. Líka bara sögurna núna sem að koma af hérna fólkin sem trúða á 1970 og hefur aldrei selt og hefur orðið $1 miljard í dag eða meira. Þetta bara lýgilegt sko. Bara út því að seldu aldrei. Never sell. En svo líka eitt að lokum hérna, ég verð nú að tala það þegar hann Jakob Birgis kom til mín þegar þú varst erlendis, þá var hann að tala þetta að við ættum að fara í hópferð til Omaha. Og núna fyrir bara að koma að þessu, það fremst bara shareholder meeting schedule Saturday, það 4. maí, það þungamiðjan. Og það opna bara á slaginu 7 morgun. Svo eitthvað sem heitir 8:45 AM movie. Ég bara svona áttaði mikið alveg á því. Svo svona þetta fræga Q&A 9:15, allir þetta movie sé ekki bara eitthvað trailer eða eitthvað, þú veist, fyrir þetta. Þannig að ég talaði við Jón endurskoðanda hjá mér þetta. Hann fór og þetta náttúrulega, ég held að sé sæti fyrir 40-50 manns hann. Já, ég var náttúrulega peppar að reyna að planta. Þetta víst orðið algjört hark. Þetta svo margir sem koma og það rándýrt að vera þarna. Þú þarft helst að gista svona klukkutíma frá og vera að vakna eldsnemma til þess að keyra maður getur ímyndað að segja að Airbnb spæki þarna sko, á þessu tíma og þetta náttúrulega sko, þetta heil helgi, station helgi sko, ég mér sýnist að vera 3. til 7. maí sko. Tala þetta væri alveg smá hark en maður verður samt líka að hugsa væri ekki til að leggja á þig einu sinni yfir ævina því að gæin hann á ekki mikið eftir, hann á svona 20 ára eftir þannig að við verðum að nýta þann ramma sko. 20 ár gæðin á svona 5 ár eftir sko, þú veist, hann 94 ára eða ekki eða þú veist, hann auðvitað ber sig vel kallinn sko, en þú veist, við verðum bara að tala mannamál og vera raunsæðir hérna sko en þetta verið áhugavert. Herði, sko hann smart hann er smart ef hann væri að kaupa sér bíl í dag, hann væri á smart 3 hann fer í sæng með sig og Warren Buffett ætli hann keyrir á smart? Nei, sko vandamálið hann keyrir bara á Corolla hann keypti sér bíl fyrir 30 árum við viljum ekki sjá það samt og ekki búin að selja eða uppgreita, segir sagan en staðan einfallega svo að þú veist, Buffettarnir í dag sem eru með sama motto, þeir eru að kaupa smart því að þeir vita hann endist, þeir vita dregnina, þau elska að tala við refin, krakkar elskar refin og fara þarna upp í ösku tala við sama smart, þetta er bara upplifun við verðum að leita á hann með því fara þarna upp eftir Sammi á vakt það? Ég er alveg viss það, eftir ekki svo langa tíma þá byrja Sammi að mæta með sængina sína klæði svona yfir komdu í sæng svo lappar henni í sýningasal og þá svona, viltu fara í sæng með Sigurvera leggstu bara hérna húttið og takkt eitt napp ég sé það smart í sæng með Sigurvera þökkum þeim kærlega fyrir samstarfið nú það fer svona líða að lokum hérna hjá okkur í dag við skulum geima yngsta milljaramæring ég held að það bara komist ekki að sko en þú veist við náttúrulega svo sem gleyma talum sennilega, við töluðum nú það í byrjun náttúrulega með Alvotech fenguð þarna auðvitað tilkynnt leyfið þarna aðfaranótt laugardags langþráð grænt ljós frá lyfjaeftirliti Bandaríkjanna varðandi lyfið þeirra Simlandi sem að einhver þekki sem svona líftækni lyfja hliðstæðu Humira og það sem ég varst áhugavert er að þetta náttúrulega þrýsti verðinu upp þarna fyrstu sinn en eins og staðan akkurat núna þegar við erum að taka hana þátt upp þá sko gengi bréfana komið neðar en það var föstudaginn fyrir þú veist, markaðsleið og eitthvað, þú veist, þetta kannski tengist í að þetta var 23 milljarða tilboð bara þarna mánudagsmorgun sem var samþykkt sko en ekki fárulega margir líka bara aðeins að kassa út Jó, svo það auðvitað það líka þú veist, þetta bara nær einhverju jafnvægi sko Mér finnst líka bara eins og saga Alvotech í kringum alla þessa dagsetningu sem hafa verið buy the rumor, sell the news það allir að kaupa á vendingunum svo þegar fréttirnar koma þá kassa þær út sko. það ekki? Jó Gat þetta hækka mikið meira strax eftir? Nei ég veit ekki, auðvitað getur það en mér finnst bara svona saga alveg og hinga til það var alveg viðbúið þú veist, menn eru gýraðir inn í þessu skilur og þeir bara sell the news skilur, þú veist, það bara, nú ég bara sattur keiftu slúðrið, seldu fréttinnar
En hérna Það fjárfestingarstrategian okkar Já, Keyptu slúðrið, seldu fréttinnar Já, svo mikið eftir Eyþór, af fréttum nóta þetta hjá þér. Svo mikið af fréttum eftir sem ég ætla að vera með í dag Já, ég verð kannski bara að geima þér Heyrðu. Það Nvidia og verðbólgan, við töluðum ekki til það og svo var ég meina fréttirna frá því reyndar í síðustu viku sem ég glemdi en ég var að fresta henni líka en ég held að við séum bara nokkuð þéttir orðin nokkuð góður í dag Við verðum næsta föstudag verðum við með skattalögfræðing í viðtali hjá okkur og það þáttur sem þú kæri hlustandi vilt hlusta á Við munum fara yfir ýmis skattamál sérstaklega fólk sem í einn rekstri en svo líka ekki síður fyrir bara fólk sem vil bara skilja kannski skattframtalið eða hvernig sem það þannig að það bara fyrir alla þáttur fyrir alla Herriði, erum við þá ekki bara góður í dag? Við erum helvíti góður Issi og Assi Góða helsi Takk fyrir í dag